Já, Brynjar, sigur svona niðurstaðan, fyrstu viðbrögð? Já, bara heilt yfir nokkuð svona solid heilsteyptur leikur. Það frammistaðan bara nokkuð fagmannleg, við vörðumstu vel og við bárum virðingu fyrir Gróttu sem liði og þeir eru með hættulega menn í ákveðnum stöðum og þurfum að vera viðbúnir því. Síðan sóttum við ágætlega og opnum þá á köflum og fengum ágætis möguleika og nýttum færi vel. Skoruð 3 mörk og haldir hreinu, svo í heildina yfir litla að kvarta. Já, það er ekki mikla kvarta. Það við héldum góðri einbeitingu allan leikinn og með fókus á hlutunum sem við þurftum að hafa fókus á og það var svona okkur svolítið að skapa færin sem við gerðum og skoruðum 3 góð mörk. Gróttumenn virtust ekki eiga mikið eða mörg svör við ykkar aðgerðum. Var það eitthvað svona sem kom ykkur á óvart? Nei, við vitum svo sem aldrei þegar út í leikinu komið hvernig hann þróast en við vissum hætturnar hjá Gróttu og vissum, einhverju veikleikar en þeir eru búin að spila þéttið tilbaka og búin að gera það mjög vel síðustu leikjum, sérstaklega á móti Blikum og Stjörnunni. Þannig að við vissum að við þyrftum að hafa okkur alla við til þess að skapa færi og komast í stöður til þess að skapa færi. Slítið ykkur svona svolítið frá botninu núna og kannski komið svona í þægilega fjarlæg, ef svo má segja. Það lítur að létta svolítið á? Það gerir það en þetta getur snúist á 1-2 leikjum aftur og við þurfum bara að vera á tánum í næsta leik. Við horfum ekkert mikið lengra en það. Það er bara næsta leikur sem skiptir máli í deildinni og við erum að halda áfram að safna eins mörgum stigum mögulega getur. Valgeir var ekki með ykkur í dag. Hvað er svona að frétta af honum? Hann bara hnjaskaði síðan eftir síðasta leik og leikurinn dag var bara ósnemma fyrir hann. Ég býst við því að hann verði orðinn klár fyrir næsta leik. Þið hafið bætt ykkur svolítið í glugganum sem að fer nú að ljúka. Eigið þið von á einhverju frekari breytingum? Nei, já það ekki. Við bættum við náttúrulega Þórði hérna síðast og náttúrulega bara í stöðu sem okkur vantaði mann í og hann skilaði sínu bara mjög vel í dag. Mjög ánægður með hann og það styrkir hópinn og það er svona það sem við þurfum í lokin held ég. Það er ennþá fullt að leikjum eftir og við þurfum að hafa breiðan og góðan hóp. Takk. Takk.